Hæ, hérna erum við með 5 mest notuðu myndrit í heiminum og ég ætla að sýna ykkur hvenær er best að nota hvaða rit og hvað skal varast í þeim. Við byrjum á vinsælustu típunni en það eru súlurit. Það eru nokkrar típur af þeim en við byrjum á lóðréttum súluritum. Lóðrétt eru best fyrir samanburð, lönd eða lið eða eitthvað slíkt. Og hérna erum við með súlurit sem sýnir afla við Ísland 2021. Á súluritum er auðvelt að bera saman stærðir og hér eru skilaboðin að loðna er langmest veiddi fiskur í Ísland en ekki til dæmis þorskur. En súlurit tapa þessu möguleika ef það eru of margir flokkar, þannig að reynið að nota þá einungis ef þið eru með færri en 7 flokka. Ef þið þurfið endilega að nota 7 til 15 flokka, þá skuluð þið velta rituningar á hlið og þá eru þið með lárétt súlurit. Slík rit eru góð til að koma til dæmis sætaröð til skila, eins og til dæmis í kosningum. Hérna sjáum við fleiri fisktegundir og þeim er raðað eftir tonnum veidd árlega. Og hérna sjáum við svo einkaneyslu Íslendinga árið 2021 og hvernig flokkarnir raðast þar eftir stærð. Þið ættuð að nota stöfluð súlurit ef þið viljið sýna part af heild. Ef við skoðum aftur fyrsta súluritið, þar sem við sýndum veiðina yfir árið, en nú erum við með veiðina í júlí með og getum þá borið það saman á sama tíma. Við sjáum því á þessu riti að makríllinn er mest veiddur í júlí en þarna er engin loðnaveidd því hún er einungis veidd í byrjun árs. Smáviðurinn sem tengist þessu er að stafla ekki of mörgum gögnum saman eins og í þessu myndriti. Þá er það einfaldlega of flókið eða jafnvel ómögulegt að lesa úr. Næst skulum við tala næst vinsælustu myndritin en það eru stöplarit sem eru í grunninn eins og súlurit. Þau heita histogram á ensku. Þarna erum við ekki að vinna með flokka heldur ákveðin bil eins og tímabil eða aldursbil eða þyngdarbil. Þessi eru frábær til að skilja hvernig gögn dreifast eins og þetta rit sem sýnir dreifingu launa eftir aldri. En svo eru aldurspíramítar líklega frægustu stöplaritin. Þessi píramídi sýnir aldursdreifingu á Íslandi 2021. Þarna er aldurinn á y-ásnum og fjöldinn á x-ásnum og svo skiptist í karla hægra megin og konur vinstra megin. En stöplarit eru yfirleitt ekki notuð til að sýna stærð eins flokks eða bils, heldur meira til að sýna dreifinguna og kannski eitthvað munstur í því. Þannig sjáum við mjög fljótlega mikla breytingu og svona ákveðið munstur ef við skoðum sama aldurspíramída 100 árum áður. Þriðja myndritið sem við ætlum að tala er skífurit eða kökurit eins og margir kalla það. Skífurit eru ekki mikið notuð af tölfræðingum eða gagnasérfræðingum heimsins. Þeir láta það jafnvel fara í taugarnar á sér. Þau eru nefnilega ekkert sérstaklega góð að koma mikið af gögnum til skila í einu eins og þetta. Svo er það líka vegna þess að mannsheilinn er ekkert voðalega góður að bera saman flatarmál eða stærð horna. Hérna er smá tilraun fyrir ykkur. Reynið að finna þriðju mest veidda fisktegundina af þessum. 3, 2, 1, tími búinn. Nú skulum við líta á þessa mynd sem er að sýna nákvæmlega sömu gögn og áfram eigið að finna þriðju mest veiddu fisktegundina af þessum. 3, 2, 1. Súlurit eru einfaldlega miklu betri til að koma frá sér gögnum. En ef þið viljið endilega nota kökurit, þá skulum við hafa eftirfarandi í huga. Í fyrsta lagi, ekki hafa meir en 5 mismunandi flokka, því annars verður óflókið. Raðið síðan eftir stærðaröð þar sem stærsti flokkurinn er uppi hægra megin. Svo skulum við hafa heitin með allsstaðar. Þá getið þið tekið náttúrulega legendin í burtu og að lokum skulum við breyta litnum til þess að koma skilaboðunum til skila. Fjórða myndritið er punktarit. Ef þú vilt skoða fylgni á milli 2 flokka eða fleiri, eða hvernig þið tengjast hvor öðrum, þá er punktarit málið. Þau geta verið notuð annaðhvort til þess að sýna að það er fylgni eða það er ekki fylgni, hvort að það séu gögn sem þjappa saman á ákveðnu bili eða stað, eða til þess að taka eftir hvort það séu einhverjir útlagar.
Punktarit eru einna mest sannfærandi myndrit sem hægt að varpa fram ef þú þarft til dæmis að sannfæra einhvern eitthvað. 5. og síðasta myndritið er línurit. Ef þú þarft að sýna hvernig einhver einn flokkur breytist eða þróast með tíma, þá velurðu línurit. Línurit er gott ef þú vilt sýna þróun á verði eða heimsóknir á vefsíðuna þína. Þetta rit sýnir til dæmis þróun á pylsubrauðspakka síðustu 20 árin eða svo. Þarna sjáum við hvernig þetta hefur hækkað. En einnig sjáum við 4 staði á ritinu þar sem varan lækkaði í verði og þá er hægt að birta það til dæmis svona ef maður vill koma þeim skilaboðum á framfæri. Þannig að þetta eru sem sagt þessi 5 myndrit sem ég lofa að sýna ykkur. Vonandi höfðu þið bæði gagn og gaman af. Það er svo hægt að kafa aðeins dýpra í þessi fræði og ég geri það einmitt í myndbandinu, öðru myndbandi sem kallast litir, gögn og blek myndrita.